Þetta er verkefni 15 á blaðsíðu F23 í Excel, síða 1. Við byrjum á að setja inndrátt frá vinstri á allan texta í A og C-dálki. Getið smellt hér í öruna niður og einu sinni á inndrátt. Og C líka. Getið líka eitt á F4 til að endurtaka síðustu skipun úr lyklaborði. Og við ætlum að setja inndrátt frá hægri á B-dálk og það gerum við hér í Alignment, Right Indent 1. Ok. Hér ætlum við að setja skipunina if. Þið farið hér í FX-knappinn, þar eru öll föllin og if fallið á að vera í listanum hjá okkur, kannski ekki á sama stað og hjá mér, það fer eftir í hvenær þið notuðu if fallið síðast og smellið hér á if og ok. Og eins og stendur í bókinni að þá tekur if fallið með sér 3 breytur, skilyrði hérna í fyrstu línunni, því sem það á að skila ef að skilyrðið er satt eða rétt og því sem það á að skila ef að skilyrðið er ekki uppfyllt. Þannig að við segjum hér að ef talan í B3 er jöfn og 1, sem sagt ef að það stendur 1 hér, þá á að standa karl, annars á að standa kona. Þið þurfið ekki að skrifa gæsalappirnar hérna í kring eða shift og 2, það kemur sjálfkrafa. Sjáum leið og ég smelli í önnur hólf, þá kemur það hér. Og þið sjáum það hér upp á ritlínunni að ef talan í B2 er 1, þá á að standa karl, annars kona. Við geta líka sagt að ef talan í B2 er 2, þá á að standa kona, annars karl. En við höfum þetta svona eins og beðið í bókinni og segjum ok. Og þessa formúlu getum við afritað niður. Hér ætlum við að telja hvað eru margar tölur á svæðinu frá B2 niður í B9 og það er fall sem heitir count eða count numbers og hér í summuhnappnum er summufallið, meðaltal og hérna er count numbers. Þegar við smellum á það kemur hins vegar bara count, ekki count numbers og hún telur hvað eru margir á svæðinu. Það eru 8. Nú ætlum við að telja hvað eru margir karlar á svæðinu, hvað eru margir merktir með tölunni 1. Þá farið þið hér og finnið count if fallið. Það er sennilega ekki hjá ykkur í listanum, þannig að þið skrifið upp á leitarlínuna count if, verða að skrifa það alveg rétt og smellið á go. Þá fáið þið upp fallið og segið ok. Hvað eru margir á svæðinu B2 til B9 sem eru merktir með tölunni 1? Semikoman hér á milli, hún skilur að línurnar hér, tvípunkturinn þýðir til, sem sagt count if, hvað eru margir á svæðinu B2 til B9 sem eru merktir með tölunni 1? Og það eru 5. Þið sjáum formúluna hér uppi. Fjöldi kvenna. Það fundið á sama hátt. Nú er count if hér í efst í listanum. Most recently used, það sýnir lista yfir 10 síðustu skipanir sem við höfum notað. Count if, hvað eru margir á þessu svæði hér, sem eru merktir með tölunni 2 og það eru 3 konur á svæðinu. Ég ætla að vista og ég sýni ykkur í öðru myndskeiði seinni hlutan á verkefni hérna fyrir neðan.